want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Ágæti skólameistari, brautskráarefni, foreldrar og aðrir gestir sem fylgjast með okkur hér í gegnum fjarfundabúnað. Velkomin á brautskráningu Verkmenntaskóla Austurlands. Ég heiti Karen Agnarsdóttir og mun stýra aðtöflunni í dag. Við byrjum dagskrána í dag á ræðu skólameistara og býð ég Lilju Guðnu Jóhannesdóttur velkomna á svið. Ágætu útskriftarefni eða kæru útskriftarefni væri frekar, formaður skólanefndar, starfsmenn VFA, aðstandendur og aðrir gestir. Ég býð ykkur öll velkomin og útskrift þessa magnaða hóps sem hjá mér situr hérna á sviðinu. Í dag hátíðisdagur. Fyrir alla því stóra markmiði hefur verið náð og því ber að fagna. Hvert skref sem tekið í átt að settu marki sigur í sjálfu sér og þið, kæru útskriftarnemar, hafa það undanförnum árum unnið marga slíka sigra. Það góða við sigurstund eins og hér í dag að það tapar enginn. Það hafa allir náð settu marki. Við starfsfólki í VFA glímum alltaf við eftirsjá þessum degi. Eftirsjá eftir nemendum sem kveðja skólan í dag. Nemendum sem við höfum fylgst með og glaðst þegar sigrar voru unnir einn af öðrum. En við erum líka stolt í dag. Stolt af því að sjá ykkur brautskrást og ná þar með þeim áfanga sem þið stenduð að þegar þið hófu nám í skólanum. Skólastarf alltaf viðburðaríkt og klárlega breytingum háð, hvort sem það í nemendahópnum eða viðfangsefnum líðandi stundar. Það óhætt að segja að skólaári sem senn á enda hafi verið viðburðaríkt, eins og fyrir skólaár en að sama skapi ansi mikið öðruvísi. Við hófum skólaári sem nú senn á enda með óvenjulegum hætti. Við byrjum á að fresta því. Sóttvarnaráðstafanir kröfðust aukins undirbúningstíma og allt var sett á fullt skrið við undirbúa skólastarfi með tilliti til þess. Umfangsmikil fræðsla fór fram og held ég óhætt sé að segja að nemendur og starfsfólk VFA kunni í dag að meðhöndla grímur og aðra sóttvarnir með miklum glæsibrag. Þegar áleið var ljóst að þetta yrði vetur breytingana. Því sóttvarnaráðstafanir breyttust eins og enginn var í morgundagurinn, allt eftir því hvernig ónefndu veira hegðaði sér í samfélaginu hverju sinni. Í byrjun októbermánaðar skullu á framhaldsskólum landsins mjög takmarkandi reglur sem höfðu þær afleiðingar allt bóknám þurfti að færa í fjarnám. Verklegu námi gátu við haldið í staðnámi og einnig tókst að slá vörð staðnám á starfsbraut og framhaldsskólabraut. Til að geta haldist í streitu óhætt að segja að reynt við útsjónarsemi starfsfólks. Sem í það voru veggir til að skilgreina sóttvarnarhólf, orðið Trump-veggurinn bara oft að koma, og heilu iðndeildirnar voru fluttar á milli húsa. Á þessar línu var skólastarfið út haustönuna. Þrátt fyrir aðstæður hafi reynt bæði starfsfólk og nemendur, kemur eitthvað gott út úr öllu. Það kom líka eitthvað gott út úr þessu. Það óhætt að segja að gríðarleg skólaþróun hafi átt sér stað í þessum breytingum. Héldu starfsmenn VFA meðal annars fræðsludag í því skyni að ná sem bestu vopnum sínum til að takast á við breyttar aðstæður. Á þessum fræðsludegi deildu starfsmenn hver með öðrum, ýmsum ráðum, tækjum og tólum sem hægt að nýta í fjarnámi. Þarna mátti sjá enn og aftur hversu miklu mannauði skólinn býr að og þvílík þekking og hæfni til staðar innan veggja hans. Ekki stóðu nemendur sig síður vel í sínum krefjandi aðstæðum. Við getum svo sannarlega verið stolt af unga fólkin okkar sem hefur tekist af aðstæðnar af seglu og æðruleysi. Í hvert skipti sem aðstæður leyfðu stökk nemendafélagi til og skipulaði dagskrá í raunheimum. Og þegar aðstæður leyfðu ekki slíkan munað var skellt í rafræna viðburði.
Það ekkert minni frábært að fylgjast með unga fólkinu okkar sníða sér listilega stakka eftir síbreytilegum kröfum reglugerðana sem litu dagsins ljós. Þegar líða tók að lokum haustanar var okkur orðið ljóst að skólastarfi myndi búa við takmarkanir út allt skólaárið. Þá var sest á rökstólana. Hvað væri nú til ráða? Því eins mikilvægt og það var að standa vörðum námið á þeim námsbrautum sem hvað síst gátu verið í fjarnámi, þá framhaldsskóli svo miklu meira en nám og námsbrautir. Við vildum því leita leiða til að tryggja nemendum okkar staðnám óháð námsleiðum. Nokkrir starfsmenn settust á við teikniborðið. Markmiðið var að draga upp mynd sem væri afar þolin gagnvart öllum takmörkunum sóttvarnareglugerða. Mynd sem gæfi öllu unga fólkinu okkar tækifæri til að mæta í skólann sinn. Þetta tókst. Vinnustofukerfi, eins og við kallaði í vetur, leið dagsins ljós. Kerfi sem reyndi með öðrum hætti á nemendur og kennara en í hefðbundna fyrirkomulaginu, en að sama skapi kerfi sem kalla auki sjálfstæði, ábyrgð og skipulagningu nemenda. Enn og aftur sýndi það sig hversu magna skólasamfélagi Vaffa Skólanum var snúið þarna á punktinum og allir lögðu sitt af mörkum. Óhætt að segja nemendur og starfsfólk hafa aðlagað sig að þessum breytingum á hraða ljóssins. Við náðum markmiðin okkar og var fullu staðnámi haldið út á öllum brautum sem bjóða slíkt námsform alla vorunina. Þegar líða tók á vori var svo tímabært að vega og meta þær breytingar sem hefðu átt sér stað. Voru þær komin allar að vera? Ættum við að snúa tilbaka? Eða ættum við að halda áfram á sömu braut og slípa nýja kerfið okkar til? Til að tryggja faglega ákvarðanatöku var lagt í víðtækt mat og sýndu niðurstöðurnar okkur með óyggjandi hætti að mikill vilji væri fyrir því að halda áfram á sömu braut. Því eru starfsmenn og aftur komnir að teikniborðinu og slípa til þá mynd sem var teiknuð jólaleitið og verður haldið áfram með vinnustofur á komandi skólaári. Að sjálfsögðu verið kerfið aðlagað að því sem fram kom þegar vorum að meta það en við ætlum ekki að snúa tilbaka. Gríðarlega kröftug skólaþróun hafin og getum við líka fagnað þeim jákvæðu áhrifum sem ástandi og undanförnum mönnum hafði á þróunina sem varð einfaldlega ljós hraða í öllum skólum landsins. Var einhvers sem sagði skóla breyttust hægt. Þetta breytta fyrirkomulag náms og kennslu felur í sér að kennarinn verður meira í leiðsagnarhlutverki faggreinana og vinnubrögð nemenda einkennast meira verkefnamiðuðu námi. Stjórn á eigin námi eykst í mikilla muna og tími nemenda í hverja námsgrein eða verkefni fer miðað við þekkingu, leikni og hæfni hvers og eins. Þessi breyting í takt við breyttar áherslur í skólastarfi þar sem kallið á hæfni með að nám verður sífellt háværara. Að hæfni verði grundvallar einungis stað tíma, enda gömul sannindi og ný að tíminn sé afstæður. Að vanda þá brautskrást fjölbreyttur hópur frá Vaffa og að vanda þá endurspeglar hópurinn líka fjölbreytta námsframboðið í skólanum. Það sérstaklega gaman að geta þess í dag brautskrást fyrstu nemendurnir af rafvirkjabraut sem hafa stundað nám sitt í dreifnámi sem hófst í skólan haustið 2018. Dreifnámi blanda fjarnám og staðnámi og ætlað að koma til móts við þarfir nemenda sem stunda námi samhliða starfi. Í skóla eins og okkar sem lítill þegar horft til nemendafjölda en risastór þegar horft til fjölbreytileika náms, þarf sífellt að leita leiða til að standa vörð fjölbreytileikann. Þar sem boðið upp á marga námsbrautir alltaf hættu að námshópar verði svo fámennir að erfitt verði að halda náminn úti. Þar kemur vinnustofukerfi sterkt inn því það býður upp á samkennslu í fámennum greinum sem ekki sjálfgefið í einu hefðbundna kerfi. Að sama skapi eykur það aðgengi nemenda að kennurum. Þeir geta fyrir vikið fyrir að nýtt sér fjarnámsáfanga og þannig auki valmöguleika sína án þess að fara á mis við mikilvægan stuðning frá kennurum. Ég geti örugglega, ég hef þekkt fyrir að tala frekar mikið, staðið hér langt fram eftir degi og dásama skólan okkar og það fjölbreytnu grósku sem þar á sér stað. Okkur var ýtt ansi hratt af stað, þar sem ytri aðstæður kröfðust aðlögunar breytt og takmarkandi umhverfi og það strax. Það breytir því ekki áhrifin til ég hafa verið afar góð og ég sannfærð í hjarta mínum að vegferð Vaffa yfir í nemendastýrðara umhverfi sé bara rétt að hefjast. Ég ætla ekki að standa í allan dag, það heilmikil dagskrá framundan, fleiri þurfa að koma af stað og brautskráningin handa við hornið. Kæru nemendur, til hamingju með að ljúka nám ykkar í þeim stífu skorðum sem aðstæður undanfarna misseri hafa sett ykkur. Fyrir að hafa ekki látið deigan síga heldur haldið ykkar striki, það algjörlega magnað. Næsta svið eru þau Ísabella Danja Heimisdóttir og Óskar Sveinsson, nemendur í Vaffa sem munu flytja ykkur lagið Við gengum 2. Höfundur lags Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstad. Gjörið svo vel.
Við gengum tvö í rökkuró. Við leitumst hljóð hungran skóg. Þú varst ynd og ástin mín og stundin áfeng eins og vín. Við hlýddum tvö í hómi ein. Er blærinn hvað við blöð og grein? Ég var nóttin þögla þín og þú varst eina stjarnan mín. Á meðan norðurljósin leiftura bláan himininn, þá sit ég ein og þrái kveðjukossin þinn. Á meðan norðurljósin leiftura bláan himininn, þá sit ég ein og þrái kveðjukossin þinn. Ok, þá er að ræða númer 2. Allir klárir? Nei, ég ætla bara að kynna næsta til leiks. Í Verkmenntaskóla Austurlands erum við svo lánsöm að eiga marga velunara úti í samfélaginu. Það eru bæði það að fyrirtækin standa við bakið á okkur og einstaklingar. Og við erum með svolítið velunurum okkar hér inn í dag að sjálfsögðu og mér langar eins og Guðjón Birgir, tæknimaður sem situr fyrir aftan sem alltaf stekkur til þegar að Vaffa þarf á hæfileikum hans að halda, styður alltaf við bakið á okkur. Og annar sem ég nefni hérna Jón Björn Hákonarson sem formaður skólanefndar Vaffa og verið til langs tíma. Og honum vil ég þakka fyrir að vera alltaf til staðar og þeim báðum. Á sama tíma vil ég bjóða Jón Björn hér að sveit til að flytja sitt erindi. Gjörðu svo vel, Jón Björn. Ég er svo umhverfisvænn, ég er ekki með þetta lengur útprenta, sjáu þið til. Útskriftarnemendur og fjölskyldur, skólameistari, starfsmenn og allir þeir sem horfa á þessu útsendingu hér í dag. Kæru útskriftarnemar, fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskólans flyt ég ykkur og fjölskyldum ykkar hamingjóski með þennan merkisáfanga sem þið fagnið hér í dag. Þetta eru og verða alltaf mikil tímamót í ykkar lífi. Sum ykkar eru nú komið með starfsréttindi og halda út á vinnumarkaðinn, aðrir halda til áframhaldandi náms eða staldra við og velta fyrir sér framtíð sinni. Hver sem ákvörðun ykkar verður, þá hafið þið lokið veigamiklum áfanga í lífinu og aflað ykkur þekkingar og grunns í mikilvægt veganesti til framtíðar. Þá vona ég að þið farið úr eitthvað nám í Verkmenntaskóla Austurlands með góðar minningar skólan og veru ykkar í honum. Það eins og skólameistari sagði áðan, það alltaf sérstakt fyrir skóla að sjá eftir nemendum við útskrift. Þráttur að því fylgi ákveðin söknuður, þá það líka stolt skólans að skila sér nemendum og fá nýja inn á hausti í staðinn. Þá vona ég að þetta verði gleðidagur hjá ykkur sem þið eftir að minnast lengi og þið náið að gleðast í dag með ykkar nánustu, þráttur við séum nú ennþá bundin að þessum blessuðu sóttvarnaraðgerðum. Við útskrift hér á síðasta ári, þá var mér tíðrætt þær aðstæður sem við höfum búið við öll í okkar lífi vegna COVID-19 og hafa haft ýmsar breytingar á okkar umhverfi, ekki síst umhverfi Verkmenntaskólans, sem fór ekki varhluta því eins og þið hafið öll reynt og gert svo vel bæði nemendur, kennarar og starfsfólk.
Fjartækni sem orðin svo mikill hluti af lífi okkar hefur það reynst vel, en ekki síður hvernig unnið hefur verið með það takmarkanir og fundaráðin lausnir til að hafa námið og umhverfi þess í sem bestum skorðum. Þessu öllu hafa fylgt miklar áskoranir, það hefur ekki verið síður núna eins og þá aðdáunarvert að sjá ykkur nemendurna taka þátt í þessu og aðlaga þessar aðstæður að. Þá það þakkavert hvernig skólameistari, kennarar og starfsfólk verkmenntaskólans hafa brugðist við þessum síbreytilegum aðstæðum og unnið úr þeim hverju sinni, þannig að skólahald hefur verið í ótrúlega góðum og föstum skorðum og útskrift samkvæmt venja voru hér í dag. Þetta ekki sjálfgefið við aðstæðum sem þær sem við hafa verið í samfélaginu öllum. Og fyrir það færi ég ykkur öllum bestu þakki frá skólanefnd og ég held ég megi örugglega gera það frá samfélaginu öllu hér í Fjarðabyggð. Og líkt og ég hef áður sagt og eiginlega árlega við þessa athöfn þegar ég hef komið hér, þennan tíma sem ég hef verið formaður skólanefndar, og það sem skapar skóla ekki byggingar, þó það séu nauðsynlegar, heldur það fólki sem á bak við skólan og samfélagið allt. Það að hafa skóla eins og Verkmenntaskóla Austurlands hér í samfélaginu fyrir austan gríðarlega mikilvægt og ég þarf ekki að segja ykkur það. Ekki bara mikilvægt fyrir þá sem hér búa til að geta sent börn sín til mennta fyrstu árin að lokinni skólaskyldu og þurfa þannig ekki að senda þau langan veg í aðra landshluta. Hann líka gríðarlega mikilvægt sem menntastofnun fyrir atvinnulífið sem í hlutverki sínu sem verknámsskóli, bóknámsskóli fyrir þá sem hyggja á lengra nám og ekki síður sem vinnustaður í samfélaginu fyrir fólk með fjölbreytta menntun. Þá hann nauðsynlegur hluti menningar og félagslíf sem gerir samfélagið blómlegra hérna. Og það okkur mikið hagsmunamál, okkur öllum, að efla þátt menntunar í austfirsku samfélagi til framtíðar. Stór liður í því einmitt það að maður kannski sjá einhvern tímann til sólar í því að fjárhagslegar undirstöður framhaldsskólanna séu til staðar. Svo endalaus orka fari ekki því að það á hverju ári að slást það við hið opinbera. Þar hafa verið mörg skref stigin nú og vonandi hillir einhvern tímann í því að beina brautin sem komin í þeim efnum. Við eigum nefnilega öll að sitja við sama borð, hvað grunninnviði varðar, hvar sem við kjósum að búa á landinu og þar menntunin grunnstoðin. Nú hillir í opnun háskólaútibús á Austurlandi, sem taka sín fyrstu skref á Reyðarfirði nú í haust þegar frumgreinadeild tekur til starfa og tækninám á háskólastigi í staðnámi á næsta ári. Ásamt þjónustu við annað háskólanám í samstarfi við Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri. Ég held að í þessu felist mikil tækifæri fyrir austfirskt samfélag og ekki síður fyrir verkmenntaskóla. Þrátt fyrir að frumgreinadeildin sé á svipuðum grunni og okkar nám, þá hann undanfari háskólanámsins sem mun efla samfélagið og höfða til nemenda okkar líka sem felist í sóknarferð fyrir verkmenntaskólann, ekki síst með það í huga tengsl hans við þarfir atvinnulífsins og samtvinningu við áherslurnar sem verða í tækninámi á háskólastigi sem vonandi verður svo ennþá í þéttu samstarfi fyrirtækin í fjórðungnum. Ég þess fullviss í þessu felast bara tækifæri fyrir skólan og samfélagið allt. Þá var það ekki síður mikilvæg sú breyting sem gerð var nú í vor á Alþingi frumvarp aðgengi iðnmenntaðra háskólanámi var samþykkt. Þrátt fyrir ýmislegt eigi eftir að þroskast í meðferðum þess máls eflaust á háskólastiginu þetta afar mikilvægur áfangi fyrir jöfnun stöðu iðn og bóknáms sem margrætt hefur verið í samfélaginu síðustu árum. Það afskaplega ánægjulegt að sjá að aðgerðir eins og þess að verða þá að veruleika en ekki bara notaðar í ræðum eins og því miður hefur verið svolítið mikið síðustliðin ár þar sem menn hafa rætt grundvallar hlutverk iðnnáms en stundum hafa ekki athafnir verið eins og orðin. Ég held að þetta sé einn leiðarsteinn í þeirri vegferð sem við höfum verið hér með verkmenntaskólann og eins aðra verknámsskóla á landinu með það að þeirra eflist og dafni og eigi bjarta framtíð. Þá skulum við ekki gleyma því að fjórða iðnbyltingin hafin og einn af þeim þáttum sem þarf að vera til staðar fyrir hana möguleiki á námsframboði allt land við hæfi. Þá það einnig ánægjulegt, var það einnig ánægjulegt núna í vetur. Við skyldum ná verkmenntaskólinn, sveitarfélagið Fjarðabyggð, mennta- og menningarmálaráðuneytið og iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið að tryggja rekstur Fab Lab eða stafrænu smiðjunnar okkar sem tengdi verkmenntaskólanum og hún mun opna á komandi hausti. Það gríðarlega mikilvægt fyrir almenning og skólasamfélagi fyrir austan að slík smiðja sé til staðar til þess að nýsköpun og þróun geti átt sér stað með eðlilegum hætti. En kæru útskriftarnemar, í dag ykkar stund
fer ég nú að stoppa í þessu. Njóti hennar vel. Þið eru stolt skólans við námslok eins og ég hef komið fram, eins og Vaffa er stolt samfélagsins. Ég þakka ykkur fyrir að hafa valið verkmenntaskólan. Það á að vera metnaður okkar sem hér búum að nýta okkur hann, enda hefur hann sýnt og sannað í gegnum tíðina að hann skilar vel menntuðu fólki frá sér. Þá vil ég nota tækifæri hér fyrir hönd skólanefndar verkmenntaskólans og þakka Lilju Guðni Jóhannsdóttur skólameistara kærlega fyrir samstarfið. Lilja er nú að láta störfum hjá okkur og ætlar að takast á við ný verkefni. Samstarf okkar við hana hefur verið afar gott og farsælt og aldrei vafi í okkar huga. Hún hefur borið hag skólans mjög fyrir brjósti og unnið að kappi til að styrkja hann sem mest. Við óskum henni velfarnaðar á nýju vettvangi og okkar bestu kveðjur. Ég endurtek svo hamingjósku mína til ykkar og fjölskyldu ykkar með þennan áfanga og vona þið náðu að halda vel upp á hann þrátt fyrir að takmarkandi séu þá uppi. Og hafandi einu sinni verið í ykkar sporum, þá gerið þetta bara fallega. Til hamingju öll sem og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Já, ekki gleyma þessu. Takk fyrir þetta, Jón Björn. Nú mun Katla Heimisdóttir, útskriftarnemi, flytja fyrir okkur lagið Home to You. Höfundur lags og texti eru Sigrid Solbeck og Steve Mack. Undir leiksir Kári Kressfelder Haraldsson, nemandi Verkmenntaskóla Austurlands. Gjörið svo vel. Outside, wondering what the world would be like. I knew I had to change my mind, didn't realize it would happen oh so soon, oh so soon. But I see the world so different now. There's a place by the sea, and that's my town. When I don't know what to say, when I don't know what to do, there's a room I need to sit in, surrounded by my favorite view, and I need a hand to hold, someone to tell the truth. Would it be okay if I came home to you? Independence comes with a price when questioning your own advice. But I know I'll be alright with an open door, no matter what I do, what I do. But I see the world so different now. But there's a place by the sea, and that's my town. When I don't know what to say, when I don't know what to do, there's a room I need to sit in, surrounded by my favorite view, and I need a hand to hold, someone to tell the truth. Would it be okay if I came home to you? Would it be okay if I came home to you?
fyrir. Nú er komið að stundinni sem við höfum öll beðið eftir, sjálfri útskriftinni. Í dag útskrifum við 28 nemendur af 10 námsbrautum og það er gaman að geta þess að undanförnum misserum hefur orðið mikil aukning í aðsókn og opna stúdentsbraut. Brautin hefur þá sérstöðu að þar hafa nemendur mikið frelsi til að stýra sínu eigin námsvali og gefst því kostur að raða náminu sín saman eftir áhugasviði sínu, styrkleikum og framtíðaráætlunum. Í ár útskrifast 5 nemendur af opinni stúdentsbraut. Ég mun lesa útskriftarefnin upp í stafrófsröð. Tilbúin? Já, bara enginn má það verða þetta myndir og það gestinni er að ferðinum salum við kannski koma svo sem við fram á þessu og hvert yngar. Málega mynd. Helst ég að mynd. Ok. Adam Ingi Guðlaugsson, brautskráðist á námsbraut í vélstjórn B. Alexander Daniel Ben Guðlaugsson, brautskráðist á opinni stúdentsbraut, hann er ekki viðstaddur. Alexandra Ír Ingvarsdóttir, brautskráðist á náttúruvísindabraut. Almar Berg Andrésson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun. Atli Fannar Pétursson, brautskráðist af opinni stúdentsbraut. Atli Vilhelm Hjartarson, brautskráðist af námsbraut í vélstjórn B, hann er ekki viðstaddur. Auður Ósk Sigurþórsdóttir, brautskráðist af þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum. Axel Gauti Guðmundsson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, hann er ekki viðstaddur. Ágúst Börkur Sigurðsson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, viðbótarnám við D-réttindi vélstjóra, hann er ekki viðstaddur. Eiríkur Jóhann Einarsson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, hann er ekki viðstaddur. Elísa Marín Ragnarsdóttir, brautskráðist á náttúruvísindabraut. Guðný Drífa Snæland, brautskráðist á námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum og leikskólaliða, hún er ekki viðstödd. Gunnþórinn Hætinræk, brautskráðist af sjúkraliðabraut. Hulda Björk Haraldsdóttir, brautskráðist á námsbraut í viðbótarnámi til stúdentspróf, hún er ekki viðstödd. Högni Guðlaugur Jónsson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, hann er ekki viðstaddur. Ísabella Ethel Kristjánsdóttir, brautskráðist af opinni stúdentsbraut. Ísak Högnason, brautskráðist af opinni stúdentsbraut, hann er ekki viðstaddur. Júlíanna Sígjart, brautskráðist af félagsvísindabraut. Katla Heimisdóttir, brautskráðist af opinni stúdentsbraut. Kristín Anna Oddsdóttir, brautskráðist af þjónustubraut fyrir leikskólaliða. Margrét Hólmfríður Magnúsdóttir, brautskráðist af þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum, hún er ekki viðstödd. Marínó Eiður Gylfason, brautskráðist af námsbraut í húsasmíði.
Ólafur Örn Pétursson, brautskráðist á námsbraut í húsasmíði, hann ekki viðstaddur. Patrekur Trostan Stefánsson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, viðbótarnám við D-réttindi vélstjórnar, hann ekki viðstaddur. Sighvatur Daníel Sighvatsson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, hann ekki viðstaddur. Sóley Dögg Smáradóttir, brautskráðist á námsbraut fyrir leikskólaliða. Steinn Jónsson, brautskráðist á námsbraut í vélstöð B, hann ekki viðstaddur. Og síðast en ekki síst, Þorvaldur Már Elíasson, brautskráðist á námsbraut í rafvirkjun, viðbótarnám við D-réttindi vélstöðnar, en hann ekki viðstaddur. Það komið að því. Ég segi ykkur brautskráð frá Verkmenntaskóla Austurlands vorið 2021 og finnið sér búið og verðum að klappa á húsinu. Má ég halda áfram? Já, þakka fyrir. Nú munu Ísabella Danía og Óskar nemendur Verkmenntaskóla Austurlands stíga aftur á svið og flytja fyrir okkur lagið Vegir liggja til allra átta. Höfundur lags Sigfús Halldórsson og texti eftir Indriða G. Þorsteinsson. Gjörið svo vel. Til allra átta, enginn ræður för, hugleitar hljóran átta, hlóu orða vör, og laufsins græn á garðsins trjá, og gleði þitt í bænum, þá voru hjörtun heit og vör, og hamingi okkar bænum. Vegir liggja til allra átta, á þeim verða skil, margrét þrautin þungran átta, að þjást og finna til, og bíða þess að birta á ný, og bleikur morgun rísir, nú strýkur lærin stafn og þyl, stynjandi garðsins hrísir.
Á tímamótum eins og þessum við hæfi að veita viðurkenningar til þeirra sem hafa á einhvern hátt skarað fram úr í námi og starfi skólans. Öll þeir sem eru hér í dag hafa lagt mikla vinnu á sig á stundanámsvetarkappi. Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með þeim öllum nemendum í ár. Nú ætla ég að lesa upp nokkra vinningshafa og Lilja afhendir og við erum með ljósmyndarann tilbúin. Marino Gylfi Gylfason hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í húsasmíði. Hann fær höggborvél en það húsasmiðjan sem gefur þessi verðlaun. Marino. Eiríkur Jóhann Einarsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í rafiðnaðargreinum. Hann fær hersluskrujárn en það Jóhann Rönning sem gefur þessi verðlaun. Eiríkur Jóhann því miður ekki viðstaddur í dag en hann að undirbúa sig fyrir sveinspróf á Akureyri. Alexandra Ýr Ingvarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í stærðfræði. Hún fær bókina Math Art, Truth, Beauty and Equations eftir Stephen Orns. Elísa Maren Ragnarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í tungumálum. Hún fær bókagjöf frá danska sendiráðinu eftir Stine Pilgaard. Elísa Maren Ragnarsdóttir og Alexandra Ýr Ingvarsdóttir hljóta báðar viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í íslensku. Alexandra fær bókina Jakobína, saga skálds og konu og Elísa Maren fær ljóðasafn Kristínar Ómarsdóttur. Háskóli Íslands veitir menntaverðlaun í 4. sinn núna í vor. Menntaverðlaun HÍ veitt framhaldsskólanema sem hefur skarað fram úr í skólagöngu sinni. Í ár hlýtur Elísa María Ragnarsdóttir þessa viðurkenningu. Gunnþórunn Heidenreich hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur á sjúkraliðabrú. Hún fær Gunnþórunn. Hún fær bókina Skömmin úr vannmætti í sjálfsöryggi eftir Guðband Árna Ísberg. Alexandra Ýr Ingvarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í náttúrufræðigreinum. Hún fær bókina Fuglar í náttúru Íslands en það stjórnendafélag Austurlands sem gefur bókina. Háskóli Reykjavík veitir viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi. Að ræða gjafabréf og niðurfelld skólagjöld fyrstu önnuna ef að verðlaunahafi kýs að hefja nám í HR. Í ár hlýtur Alexandra Ýr Ingvarsdóttir þessa viðurkenningu. Félagslíf og nefndastörf mikilvægur partur á skólalífinu. Því vel við hæfi á þessum degi að veita verðlaun fyrir vel unnin störf innan skólans. Verkmenntaskóli Austurlands grænfánaskóli og fékk hann afhentan sinn annan grænfána á þessu skólaári. Umhverfisnefnd starfræktur skólan sem samanstendur af nemendum og starfsfólki og heldur hún utan umhverfisstarfið. 2 nemendur sem hér brautskráðust í dag hafa starfað í umhverfisnefnd skólans og þar lagt sitt af mörkum til umhverfisins og menntunar til sjálfbærni. Þetta eru þær Alexandra Ýr Ingvarsdóttir og Elísa María Ragnarsdóttir. Ég vil biðja þær að koma hingað upp og taka á móti viðurkenningum frá skólanum fyrir störf sín í umhverfisnefndinni. Ár hvert gefur Sjúkraliðafélag Austurlands sjúkraliðum í hópi brautskráningarnema lykil og rós frá félaginu. Í ár brautskráum við 1 sjúkraliða. Ég vil biðja Gunnþórunni Heidenreich að koma hér upp og taka við lykli og rós fyrir hönd Sjúkrafélags Austurlands og býði hana velkomin í hóp sjúkraliða. Vil ég svo gefa öllum vinningshöfum og öllum útskriftarnemar aftur gott klapp. Og nú mun Alexandra Ýr Ingvarsdóttir flytja ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Gjörið svo vel. Góðan daginn.
Kæri skólameistari, aðstoðarskólameistari, útskriftarnemar og aðrir gestir. Ég vil byrja á að óska öllum útskriftarnemum til hamingju. Ég held að við getum öll verið sammála það að undanfarin ár hafa ekki verið eins og við hefðum ímyndað okkur. Þegar ég var í 10. bekk og hugsaði það að ég væri að fara í menntaskóla, þá var þetta ekki alveg það sem ég hafði í huga. Mér hefði aldrei dottið í hug að heilt ár af mínum menntaskólaárum myndi fara í það að sitja í kennslustundum ein heima bak við tölvuskjá. Eins ömurlegt og þetta COVID-vesen þá finnst mér betra að einblína á jákvæða hlutina í mínu lífi. Við höfum nú lent frekar vel í þessum heimsfaraldri hérna á Íslandi miðað við aðrar þjóðir. Það helsta sem ég tek frá þessum tíma að ekkert sjálfsagt. Það ekki sjálfsagt að hitta fjölskylduna eða vini daglega. Það ekki sjálfsagt að fá að fara í sund eða ræktina þegar manni hentar. Eða mæta í vinnu eða í skóla. Og þolinmæði. Það bókstaflega ekkert sem við sem einstaklingar getum gert til þess að láta þessar aðstæður hverfa. Þess vegna held ég að við nemendur, kennarar og starfsfólk VAFA höfum öll staðið okkur ótrúlega vel í að gera gott úr þessum aðstæðum. Samvinna þess vegna ótrúlega mikilvæg. Ef við stöndum saman þá tekst ýmislegt sem annars væri óhugsandi. Og eins og alþjóð veit þá náði nú þrátt fyrir allt að halda árshátíð sem var svo slegið upp sem forsíðu frétt á DVF daginn eftir. En það má ekki gleyma því að meðan við erum að vorkenna okkur fyrir að hafa haft lítið sem ekkert félagslíf í 1,5 ár, þá eru til miklu stærri vandamál út allt í heiminum. Ef við horfum til dæmis á það sem að gerast í Palestínu akkurat núna. Þar stríð í landi sem ekki hefur her. Þar fólk hrakið burt úr heimalandi sínu og fleiri 100 manns, þar með talin börn, drepin til að koma skilaboðum á framfæri. Og eins erfitt og okkur finnst allt sem við erum búin að ganga í gegnum, megum við ekki gleyma því að víða í heiminum stríð. Börn drepin, konur kúgaðar og sums staðar ekki einu sinni tjáningarfrelsi. Minnum okkur á að vera þakklátt fyrir það sem við höfum. Það mikilvægt að einblína á það sem skiptir mann máli í lífinu. Ekki vera að eyða tíma í að elta drauma einhvers annars, elta þína eigin drauma. En hvað það sem skiptir máli? Heilsa skiptir öllu máli, hvort sem hún andleg eða líkamleg. Og hamingja, gerðu það sem veitir þér hamingju. Fjölskyldan, það mikilvægt að hafa fólk í kringum sig sem styður við bakið á manni sama hvað á gengur. Og það mikilvægast að mínu mati ástríða. Af því ef hún ekki til staðar þá þarftu að finna hana. Og ég með gott dæmi hvað það getur skipt miklu máli. En ég kom heim eftir skóla núna einhvern tímann í byrjun vorannar og mamma spurði mig hvernig dagurinn hefði verið. Og ég sagði að það hefði verið svo gaman í jarðfræðitíma. Og mamma horfði á mig og bara, já, ok, finnst þér jarðfræði sem skemmtileg? Og ég var bara, nei, ég hef engan áhuga á jarðfræði. Gunnari finnst þetta bara svo gaman að mér fannst þetta gaman. Þannig að hans ástríða fyrir efninu gerði það svo miklu áhugaverðara. Og ég vona að ég muni finna þessa ástríðu í mínu lífi og við öll. Álit þitt á þér skiptir líka öllu máli. Við megum ekki missa okkur í því að vera alltaf að hugsa hvað öðrum finnst okkur. Mér finnst alltaf gott að horfa þetta þannig að hugsanir annarra komi mér ekkert við. Það kemur mér bara ekkert við hvað fólk út í bæ finnst mig og af hverju ætti ég þá að vera að eyða tíma í að velta mér upp úr því. Við lifum í samfélagi sem við búum við stanslausan samanburð, en þegar upp staðið þá veitir það okkur enga hamingju hvort við lítum svona út eða hins veginn. Af því það mun alltaf einhver vera flottari eða sætari en við sjálf. Við þurfum að finna þessa ástríðu til þess að verða hamingjusöm. Ég minni sjálfa mig reglulega á kvótið, vertu þú sjálfur, allir aðrir eru uppteknir. Þrautseigja, ef það eitthvað sem þú vilt í lífinu, þá þarf þú að vinna vinnuna, af því það enginn að fara að gera það fyrir þig. Ekki heldur vera hrædd að takast það ekki í fyrstu tilraun. Lífið ekkert búið þá, maður stendur bara upp og reynir aftur. Og myndu bara að það enginn í öllum heiminum sem hefur ekki mistekist áður. Maður lærir bara mistökunum. Hvernig ætli heimurinn væri ef við hefðum bara öll þrautseigja við barn sem að byrja að labba, sem dettur á rassinn mörgum sinnum á dag en stendur alltaf upp aftur. Þessi undanfarin ár hafa verið ótrúlega litrík og skemmtileg og marga vegu mjög þroskandi, en það eiga kennarar skólans stóran þátt og mikið hrós skilið. Ef ég tala fyrir sjálfa mig þá hef ég lært alveg heilmargt á þessum stutta tíma, bæði á námsefninu sjálfu og líka bara margt annað kennurum sem tengist námsefninu oft ekki neitt, en ekki síður mikilvægt að læra. Svo finnst mér andrúmsloftið í skólanum líka alltaf ótrúlega gott og það alltaf hægt að tala við kennarana og annað starfsfólk skólans ef maður vantar minnstu hluti.
þá skiptir mig mjög miklu máli að vita það að ég get alltaf leitað til einhvers í skólanum ef þess þarf. Ég vil enda þetta því á að þakka kennurum, starfsfólki og samnemendum mínum sem hér eru með mér á sviðinu í dag fyrir samleiðin á þessum árum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Alexandra. Eins og skólameistari kom inn á í ræðu sinni, þá starfsfólki skólans alltaf eftirsjá í nemendum sem kveðja skólann. Eftirsjá sem blandin af stolti við að sjá það ná markmiðum sínum. Að vanda verður hér flutt kveðja starfsnema til brautskráningarnema. Hafliði Hinriksson, deildarstjóri og kennari í rafiðnaðardeild og á Vélstjórnarbraut mun hér flytja nemendum kveðju. Gjörðu svo vel, Hafliði. Nýútskrifaðir nemendur, skólameistari, góðir gestir. Nú hátíð í bæ, eins og ágætur samstarfsmaður minn komst að orði. Hér situr fríður hópur sem stendur á tímamótum. Afplánun í VAFA lokið og ný verkefni taka við. Verkefnin eru eflaust fjölbreytt, einhverjir stefna á háskólanám, einhverjir stefna á að taka sér hlé frá námi. Ferðalegum heiminn eru líklega ekki fýsilegu kostur í augnablikinu, en slíkt hefur oft verið ofarlega í huga fólks á svona tímamótum. En það lagast nú von bráðar. En síðast en ekki síst hér hópur sem að ljúka námi til starfsréttinda og stefnir því ótrauður út á vinnumarkaðinn til að vinna við greinina sem þau hafa lagt stund á hér við skólan undanfarin ár. Iðnnám, verknám, starfsnám eða hvað við viljum kalla það raunverulegur kostur þegar kemur að því að velja sér nám. Það að ljúka á 3 til 4 árum námi til starfsréttinda sem oft á tíðum að fá metið á alþjóðavísu ekkert smáræði. Og þegar öll á botninn hvolft, ekki síður í undirbúningur fyrir frekara nám en hið hefðbundna, ef svo má segja, stúdentspróf. Svo ég tala ekki núna, eftir að Alþingi voru samþykkt lög að jafna aðgengi að háskólanámi. Hvíta húfan ekki allt. Ég ætla samt ekkert að gera lítið úr henni. Það að sjálfsögðu heilmikið afrek að fá hana á hausinn. En hins vegar hefur stundum verið viðkvæðið að það sé eitthvað minna merkilegt að fá húfu í öðrum lit. Sá sem hér stendur sór þess eið sem ungur drengur að eignast aldrei húfu í hvítnum lit. En hefur þó vegnað ágætlega í lífinu, reyndar algjörlega kalt mat, veit samt ekki hvort að ákvörðun Verkmenntaskólans á Akureyri á sínum tíma að útskrifa mig sem stúdent þvert á vilja minn hafi yfirleitt nokkuð með það að gera. Allavega það mín ósk að við sem samfélag hættum að gera upp á milli námsliða og lítum á allt nám og öll störf af þeirri virðingu sem þau verðskulda. Staðreyndin sú, ég sem deildarstjóri þeirri stöðu að síminn hjá mér hringir reglulega þar sem á hinum endanum eru atvinnurekendur sem að leita rafvirkjum í vinnu. Það hins vegar þannig að flestir sem stunda nám í greininni nú þegar komnir í vinnu. Svo atvinnuhorfurnar eru góðar og launin eru bara fín. Þannig að ef þið komist ekki í heimsreisuna sem þið voru búin að hugsa ykkur, þá nóg pláss í rafdeildinni og örugglega hinum verknámsdeildunum líka. En við þetta tækifæri heldur ekki vegi að reyna að leggja ykkur einhverja lífsreglur. Langafi minn, Friðrik Jónsson, oft nefndur Friðrik Póstur, orti eftirfarandi vísu. Heimsins brestur hjálpar lið, hugur skerst af ergi. Þegar mest ég þurfti við, þá voru flestir hvergi. Þetta ekki verra veganast út í lífið margt annað, en nú veit ég ekki hvort að allir sem hér sitja séum nógu gamlir til að kannast við íslenska kvikmynd, þar sem eftirfarandi setning var gerð ódauðleg. Maður gerir ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt. Mögulega má segja að þetta stangist svolítið á, en allavega það sem ég ætlaði að segja verum til staðar fyrir hvert annað, gerum hvert öðru greiða, jafnvel þeim sem stökkva ekki endilega til að gera okkur greiða. Þeir átta sig kannski einn daginn
og verða okkur innan handar þegar á reynir. Kæru útskriftarnemar, fyrir hönd starfsfólks Verkmenntaskóla Austurlands óska ég ykkur allsins besta og velgengni í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Við kveðjum ykkur mögulega með tárum, en ekki minna stolti yfir þeim árangri sem þið hafið náð hér á undanförnum árum. Ef einhver tímann væri tilefni til að skála. En þá segi ég eins og formaður skólanefndar, gerum það fallega. Takk fyrir. Spurning hvort að Guðjón Birgir fyrirgefur mér ef ég fer eitthvað að hrófla við mér gjótast nú aðeins. Ég bara vanda mig. Ég hef búin að lofa að hreyfa þetta ekki, sko, mikið. Mér langar bara að horfa á ykkur. Kæru nemendur, dagurinn í dag boðar nýja framtíð. Þið hefur verið stolt og ánægð með ykkur sjálf, því við erum það svo sannarlega. Þið hefur lokið áfangi líf ykkar og nýjar áskoranir taka við. Hvar sem lífi leiðir ykkur, þetta tími heilræðana, sko, núna, munið að vera þið sjálf. Fylgið hjartanu og veljið þann farveg í lífinu sem veitir ykkur lífsfyllingu. Og ég ætla að gefa ykkur heilræði, en ég átta með því, ég svona svipar línu og Alexandra. Þetta verður eins mér ágætlega. Verið aldrei hræddið að mistakast. Ef þið kjósið að nýta mistök til að læra af þeim, þá munið þau leið ykkur áfram í átt til árangurs. Það nú bara þannig. Ef við gerum aldrei mistök, þá lærum við ekki neitt. Ég vil biðja ykkur að njóta dagsins með fjölskyldum ykkar og vinum. Í dag sannarlega tækifæri til að lifa í núinu. Mér pínu skrítið að segja að við skulum ganga saman út í sumarið. Það svolítið staðlaður frasi í dag, sem ég ætti eiginlega að segja. Ég allavega ekki að gera það, ég er búin að sjá snjóðum þar. En við skulum ganga saman út í vonandi bráðum sumarið og fagna bjartri framtíð ykkar og okkar allra. Ég segi 31. starfsári Verkmenntaskólans Austurlands lokið og skólanum slitið. Ég vil svo, því að við þurfum alltaf að búa hamlanir, beða gestum að gefa sér góðan tíma til að yfirgefa salinn, svo hægt sé að halda góðri fjarlægð að milli ótengdra aðila. Ég get sagt þetta bara stanslaust, alltaf þótt ég læri þetta orð. Milli ótengdra aðila og leiðin út. Brautskráningarnemar kom út úr húsinu vestanmegin, en þau kom ekki pínustundu, við ætlum að smella nokkrum myndum að þeim hérna á sviðinu. En annars bara takk kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag. Sveipar gulli dag og gillir fjöllin himinn há og heiðar vötnin blá. Nú fossar lækir unnið ár sér una við